Og velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín komin framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, Þorvaldur Bjarni, velkomin. Takk fyrir. Og til hamingju með afmælið. 25 ára afmæli í ár. Hugsaðu þér. Og það á að gera eitthvað, skemmtilegt. Kvart aldar afmæli Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands. Já, það er ástæða til að fagna. Það er aldeilis og mikið búið að vera að gerast síðustu ár og mikill vöxtur hjá þessari hljómsveit. Og það má eiginlega segja að hún hafi slegið í gegn núna á síðustu 4-5 árum. Þið eru út allt að spila, eða svona? Þið eru að fara suður og spila alveg? Já, við erum að spila bara út allt og förum erlendis líka og en við viljum líka bara sýna kraftinn sem er hérna fyrir norðan og þá frumsköpun sem á sér stað hér. En afmælistónleikarnir. Já, til og með það. Við ætlum að nota þessi tímamót til þess að bæði svona reflekta pínlítið á það sem hefur gerst undanfarin ár og frá því þetta var stofnað. Þetta byrjaði náttúrulega sem, held ég, 1987 sem kammersveit Akureyrar sem breytti síðan 1993 í Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Og hér hefur unnið gríðarlega mikilvægt starf og smám saman hefur þetta verið að nálgast það að vera alvöru sinfóníuhljómsveit. Og núna höfum við tækifæri. Á þessum tímamótum ætlum við að kynna fyrir Akureyringum þetta dularfulla og spennandi verkefni sem við köllum Sinfónía Nord. Já. Því að miðað við þá peninga sem við fáum frá Akureyrarbæ og ríkinu, þá getum við í rauninni bara haldið þrenna meðalstóra sinfóníutónleika. Og það vita það allir sem að koma eitthvað að hljómsveitum að þú getur ekki búið til góða hljómsveit með því að koma fram þrisvar á ári. Og ekki haldið fólki í starfi eitthvað neitt. En þú veist, það er hægt að halda svona smá veislu öðru hvoru. En þá er sókn besta vörnin. Og við, þegar að MAG var stofnað, gerðum okkur grein fyrir því að það væru aðstæður í Hofi til þess að vera með öðruvísi starfsemi í kringum sinfóníuhljómsveit. Og það er einmitt að bjóða upp á upptökur á kvikmyndatónlist. Og eins og margir vita þá er svona sinfónískur hljómur eiginlega í kvikmyndum alveg frá því þar hófust. Ég meina ef þú ferð á Lord of the Rings, ef þú ferð á horfur á einhvern flottan þáttum Rome á Netflix, þá er alltaf sinfónísk tónlist. Og það er mikil eftirspurn eftir því og þar komum við inn. Og þetta hefur breytt öllu umhverfinu hér að sem sagt í staðinn fyrir að sætta okkur við að flytja hérna kannski þrenna tónleika, klassíska tónleika ári. Þá vorum við að taka það saman bara árið 2018. Þá lékum við á 27 viðburðum. Og þá líti ég á hverja kvikmynd eins og fyrir Netflix eða fyrir History Channel eins og Vikings sem við gerðum í fyrra. How It Ends, Informer, þá líti ég á það sem eitt viðburð. En síðan erum við líka að þegar erlendi viðburðahaldarar koma til Íslands og þeim vantar sinfóníuhljómsveit í sínu stóru verkefni eins og til dæmis eitt stærsta íslenska sinfóníska verkefnið sem er Lord of the Rings tríólógían. Þar vantar sko 90 manna sinfóníuhljómsveit. Þá leita til Sinfónía Nord við útvegum hljóðfæraleikaranna og sjáum verkefnið og þar með er það okkar og þannig verður það í ár líka. En svo hafði líka verið að fara suður og spila í Hörpu, ekki satt? Jú, til dæmis svoleiðisverkefni eru oft í Hörpu, en það eru líka oft í Hofi líka, eins og með War of the Worlds, það var í Hofi og það var í Hörpu og svo eru bara aðilar eins og þeir sem að léku í hljómsveitum David Bowie á sínum tíma komið hérna núna í nóvember og heldur Celebrating Bowie, þeim vantaði sinfóníuhljómsveit. What do you call? Sinfónía Nord! En hvað segirðu, þessi kvikmyndatónlist, hún er svona kannski megin svona starfi ykkar núna? Já, upptökurnar í kvikmyndatónlist og þessi þjónustuverkefni við aðra viðburðahaldara er orðið alveg, þú sér það við getum haldið kannski 3-4 tónleika semst á ári fyrir þann styrk sem kemur gegnum menningarsamningin, en hvaðan koma þá hinir 23 viðburðir. Og þetta er nefnilega svolítið, ef við skoðum þetta betur, þá er þetta náttúrulega algjört beauty og það bara verður og það má taka mark á þessari grósku vegna þess að launin sem hljóðfæraleikarar fengu í gegnum þessi sjálfsprottnu verkefni árið 2018 voru 60 milljónir króna. Og ef þú tekur bara skatttekjurnar af því, það er næstum 30 milljónir króna
Það eru 3 stöðugildi eða 4 stöðugildi í skóla eða í leikskóla hérna á Akureyri, þannig að við erum bara basically að búa til peninga beint inn í samfélagið og ekki nóg með það, þetta er gjaldeyrir. En svona stendur þetta samt ekki alveg undir sig því að þarf líka að styrkja Akureyri, bærinn og ríkið þarf líka að koma með því að annars hvað? Já, sem sagt, við núna eigum að nota þessi tímamót til þess að spyrja okkur, bæði Akureyrarbær og ríkið og við. Hvað viljum við hafa hérna? Viljum við hafa alvöru symfóníuhljómsveit sem skapar störf, þannig að allt þetta fólk sem er núna til dæmis í tónlistarskólum landsins og í eitthvað glæsilega skóla í Hofi, TA, þegar að það klára sitt nám erlendis, þá er ekkert nóg að það sé bara ein symfóníuhljómsveit sem þú getur komið heim til þess að spila í og það sé bara ein tegund af verkefnum sem eru symfónísk, það sem að þú sem atvinnutónlistarmaður getur tekið þátt í. Það verður að vera meira og þar komum við inn og það er nóg að gera. En þetta náttúrulega er sjálfsprottið að stórum hluta og það gengur ekki lengi að aðstandendurnir séu á bensíngjöfunni í botni allan tíma. Já, þá verða bara menn móðir. Það er það sem er, sko. Og þá bara fara persónuleikendur að detta út úr þessu og þetta getur koðnað niður. Þess vegna eins og ég var að segja, við þurfum að spyrja okkur, viljum við hafa hérna alvöru symfóníuhljómsveit og setja þá fjármagn í það sem að skiptir máli þannig að það sé hægt að standa undir þeim kröfum sem samfélagið gerir til okkar og svörunin hefur svo sannarlega verið góð. Að við höldum að minnst kosti eina klassíska tónleika á mánuði yfir vetrartíman og að hljómsveitin geti æft reglulega. Við getum ekkert gert það núna. Við æfum bara með því að spila mikið. Við björgum því með því að spila mikið. Þannig að nú er komin tími til þess að setjast niður og ákveða framhaldið því að ég held að enginn hvorki áhorfendur né atvinnutónlistarmennirnir hérna á svæðinu vilji vera með einhverja litla áhugamannahljómsveit sem spilar 3 sinnum á ári. Þetta er boltinn til bæjar og ríkis, ekki satt? Svo sannarlega. En afmælistónleikarnir, aðeins aftur af þeim, sem að verða núna 23. mars. 24. 24. mars? Á sunnudeginum, klukkan 4. Það er að verða uppselt. Það er að verða uppselt. Eins og alltaf hjá Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Þetta við erum, sko, eins og ég segi, svarið er komið frá áheyrendum, svarið er líka komið frá tónlistarmönnunum, vegna þess að tónlistarmenn flykkjast hingað til þess að koma og spila með okkur. Við erum með 80 manns á samningi, rammasamningu við hljómsveitina. Þannig að þegar það kemur kallið allt í einu frá BBC eitthvað svona eins og Informer eða eitthvað svoleiðis, þá höfum við mjög stóran lista af fólki sem er willing and able og er mjög duglegt að koma hérna hljópandi yfir. En á þessum afmælistónleikum verður líka kynnt kvikmyndatónlistin, þið ætlaði að spila kvikmyndatónlist þar, er það ekki? Já, þannig séð. Atli Örvarsson hefur skrifað nýtt verk sem heitir Under the Surface fyrir þessa tónleika. Við ætlum að trýta það verk eins og við værum að taka upp. Við leyfum áhorfendum að upplifa þegar við erum að taka upp kvikmyndatónlist. Það verður það búið að gera svona náttúrulífsmynd við tónlistina. Þannig að við fáum að sjá þetta allt í real time og strákarnir upp á annarri hæðinni í nýja kontrollherberginu sem Akureyrarbær hjálpað okkur að smíða. Þeir munu vinka áhorfendum og hneigja sig og svona þessi lokir. En svo er náttúrulega aðalatriðið á tónleikunum er að það er sko fullskipur hljómsveit. Það er 70 manns í hljómsveitinni. Það er hverju ekki dreigð undan, sko. Allt, og við erum að flytja verk eins og Scheherazade eftir Rimskij-Korsakov sem eru sko ljóðin úr 1001 nótt. Þannig að það er svona frábært fyrir opin hug krakka og þá sem hafa áhuga á ævintýrum og fleira. Það er Simbad Sæfari og það er öll exotíkin og allt þetta og mikið af æðislegum sólóum og svo er það þessi sellókonsert. Og þar er það alltaf merkilegt að gerast að Marta, Hrafnhildur Marta Guðmundsdóttir. Dóttir Guðmundar Óla. Dóttir Guðmundar Óla sem að stjórnaði hljómsveitinni í alveg 23 ár. Þau koma saman að flytja eitt fallegasta sellókonsert að mínu mati eftir Dvořák, nummer 2. En málið er að Marta er svona dæmi svona blóm sem hefur vaxið frá fræinu sem að Sinfóníuhljómsveit Norðurlands er. Því að hún er núna akkurat þetta leyti að springa út sem sjálfstæður listamaður. Hún er búin að leika einleik með Sinfóníuhljómsveit Íslands og víðar. Hún er í námi hjá virtasta
strengjakennara heims í New York, sem ég bara man ekki alveg hvað heitir akkurat núna. Við köllum það fram á eftir. Hann ætlar einmitt að koma í viðtal og tala um hana Mörtu. Og sem sagt, hún ólst upp í gegnum Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Og meiri segja þar í tónlistarskólanum hér var hún næstum eins og svo margir sem eru á unglingsárum búin að hætta við. Næstum hætt. En í gegnum starf hjá Sinfóníuhljómsveitinni og taka þátt í verkefnum sem svona eins og atvinnukona hættum við og sem betur fer. Hún kemur og spilar. Og hún verður einleikari á þessum tónleikum. En hún var líka að komast í það að vera tekin til pröfu sem leiðari sellódeildar Sinfóníuhljómsveitar Íslands og geri aðri betur. Vá, frábært. Kornungsstúlka. Kornungsstúlka og kemur hingað akkurat á réttum tíma fyrir sig og okkur og þetta verður mikið veisla. Tíminu því miður hlaupin frá okkur. Takk kærlega fyrir komuna. Ég hlakka til á afmælistónleikunum og gangi Sinfóníuhljómsveitinni og Sinfó Nord allt í haginn. Takk fyrir það.